Kvöldkirkjan hefur verið á sínum stað núna í rúm 2 ár og er verkefni sóknarnefndar, starfsfólks og presta í Dómkirkjunni og Kvöldkirkjan er opin á hverju fimmtudagskvöldi. Hver sem staðan er í borgarmálum, pólitík eða hverju öðru, þá er Kvöldkirkjan alltaf opin. Ja. Og það var skemmtilegt að finna undrunina hjá sumum sem að það kom á óvart að kirkjan veri opin á svona óhefðbundum tíma með reglumbundum hætti. Ja. Og en ég held ég geti sagt að allir sem að koma voru glaðir að eiga þetta athvarf í miðju havaríinu í ólgunni. Já. Og fólk kom inn og sumir fengu kaffi og aðrir gátu sest niður og gert bæn sína eða? Já, þegar við byrjuðum Kvöldkirkjuna þá höfðum við alltaf kaffisopa frammi í forkirkju. Hægt er að skrifa sínar bæn eða fara inn í kirkju og tendra bænaljós eða fara með sína bæn í hljóði eða taka þátt í bænastundum með okkur sem að við höfum alltaf á hálfa tímanum, 8:30, 9:30 og reyndar höfðum við aðeins lengur opið þetta kvöld eins og við höfðum ákveðið að ef að þörf yrði á þessum kvöldum að loka ekkert strax klukkan 10 heldur lukum við Kvöldkirkjunni þetta kvöld með því að hafa síðustu bæn 10:30 og fólk var mjög ánægt með það að eiga þetta athvarf og það stigmagnaðist þáttakan frá því að kirkjan var opnuð klukkan 8 og þar til að við lukum Kvöldkirkjunni með bæn klukkan 10:30. Þetta er svolítið öðruvísi tilboð frá kirkjunni að vera með opið á fimmtudagskvöldum. Hvernig kom þetta til? Já, það kom kannski til, þetta var hugmynd sem að kviknar held ég í sóknarnefnd og hjá prestum og starfsfólki Dómkirkjunnar. Fyrirmyndin er fengin frá Kaupmannahöfn, frúarkirkjunni þar og kvöldið er valið hér út af því að það er mikið alltaf að gera í miðborgir á fimmtudagskvöldu. Það er einhvern veginn ýmis tilboð í menningarlífi og á kaffihúsunum og matsölustöðunum og þetta er einhvern veginn kvöld þar sem að fólk kemur niður í bæ og það voru einhvern veginn allir sammála það að það væri að skyti skökku við að kirkjan væri aldrei opin kvöld og þetta væri gaman að kirkjan væri bara alltaf opin. En þetta er kannski svona fyrsta skrefið. Þetta krefst þess að prestar og starfsfólk og sjálfboðaliðar líka. Við erum líka að leita eftir fleiri sjálfboðaliðum til að koma inn í þetta verkefni með okkur. Ja. Og það krefst þess að það sé náttúrulega alltaf einhver á staðnum og það er lagt upp með að einhver prestur sé þegar að kirkjan er opin og sjálfboðaliðar og fleiri sem koma þá að bæði því að taka á móti fólki, að spjalla við þá sem að vilja fá samtal og leiða bænastundir og kveikja á kertunum og svo framvegis. Já. Er formið á þessu alltaf eins? Eða hafið þið svona breytt út af vananum eitthvað? Við fengum þær ráðleggingar frá þeim í frúarkirkjunni að passa okkur á því að festast ekki of í einhverju formi og eins og presturinn þar sagði okkur að Kvöldkirkjan þar hefur vaxið mjög á síðustu árum eins og við upplifum hér en þeir eru einhvern veginn komnir með helgistundirnar og tilboðin í svo fastar skorður að góðar hugmyndir sem kvikna þær fá ekki farveg því að það er búið að fylla allt rými og við höfum fundið að síðan að við opnum hér að við erum að reyna að vera svolítið sveigjanleg eins og þetta kvöld til dæmis að við værum ekki búin að ákveða nákvæmlega dagskrána þarna að það væri þessi tónlist, þessi bænagjörð, þessi athöfn og svo framvegis. Þarna gátum við mætt svolítið þeim aðstæðum sem uppi voru en formið er einfalt og það er rauninni gengur út að það eru bænastundir á hálfa tímanum og kirkjan opin frá 8 til 10. Það er rauninni það form sem við höfum í dag. En við höfum skýrt í Kvöldkirkjunni, við höfum tekið á móti gríðarstórum hóp af aðstandendum sem að
komu bara án þess að við í rauninni vissum og mættu bara á þennan vettvang út af því að þeir vissu að þarna yrði prestur og þarna yrði hægt að eiga bænastund. Og eins núna daginn að geta mætt þessum aðstæðum og beðið fyrir þeim sem eru á staðinum í það að þá skiptið. Og við höfum kannski lagt svolítið upp með það núna undanfarið, en svo er spurning hvert við verðum leiti í framtíðinni. Já. En þetta er sem sagt alla 50 daga klukkan 8? Já, alla 50 daga klukkan 8 þá opnum við kirkjuna og svona á venjulegu 50-dagskvöldi þá lokum við klukkan 10 og bænastund er þá 8:30 og 9:30 og auðvitað ef að eins og stundum þá kemur einhver inn rétt fyrir 10 og vill eiga sína bæn og þá erum við ekki að reka fólk út eða eitt slíkt, þá höfum við opið eins og þörf á og oftast er það þannig að fólk kemur í einhverju sorg eða einhvers konar erfiðleikum, kemur með sín mál, vill stundum spjalla við einhvern en kannski oftast koma og eiga sína stund með sjálfum sér og Guði, tendra sitt bænaljós og þá er þetta vettvangur sem er opinn til þess.